Dag einn var Eðvarð í skemmunni þar sem hann bjó ásamt hinum eimreiðunum. Þær voru allar stærri en Eðvarð og voru montnar af því. Þú verður varla valinn aftur, sagði Gyrðir. Það þarf sterkar eimreiðar eins og okkur. En lestarstjórinn og kindarinn vorkenndu Eðvarði. Langar þig út í dag? Já, takk, svaraði Eðvarð. Svo þeir kveiktu eld í ofninum, bjuggu til helling af gufu og Eðvarð rann af stað. Hinar eimreiðarnar reiddust í að vera skildar eftir. Eðvarð puðaði allan daginn. Vagnarnir kunnu vel við hann og lestarstjórinn var hæstánægður. Ég ætla aftur út á morgun, sagði Eðvarð við hinar eimreiðarnar kvöldið. Hvað segið það? En hann heyrði ekki hvað þær sögðu því hann var svo þreyttur og glaður að hann sofnaði samstundis. Daginn eftir vaknaði Eðvarð og fann að ekkert hafði breyst. Gyrðir var enn að raupa. Sjáðu bara, Eðvarð litli, þegar ég þýt hjá mér hraðlestina í eftirdragi, það verður nú glæsilegt að horfa á. Bless, Eðvarð litli, ekki missa af mér seinni í dag. Eðvarð fór og færði kolavagna á hliðarspor. Eðvarði fannst það skemmtilegt. Það var gaman að kolavagnunum. Hann læddist upp að þeim og ýtti á þá. Þá nam hann staðar og kolavagna kjánarnir rákust hver utan í annan. Ó, hrópuðu þeir, hvað er á seiði? Eðvarð lék sér þar til engir kolavagnar voru eftir. Þá hvíldi hann sig aðeins. Þá heyrði hann flautið. Gyrðir var öskureiður. Hann dró ekki fallega farþegavagna, heldur marga ljóta flutninga og kolavagna. Vöruflutninga lest rumdan. Hvílík smán, hvílík smán, hvílík smán. Eðvarð hló og fór og fann fleiri kolavagna. Þá kom babb í bátinn. Gyrðir kemst ekki upp brekkuna, hrópaði lestarþjónn til lestarstjóra Eðvarðs. Viltu fara með Eðvarð og hjálpa honum? Gyrðir var kominn hálfa leið upp og var öskureiður. Lestarstjórinn og kindarinn voru mjög strangir við hann. Þú leggur þig ekki fram. Ég get þetta ekki, sagði Gyrðir. Þessir kolavagnar halda svo aftur af mér. Þá kom lestarstjóri Eðvarðs. Við komum til að ýta. Það þýðir ekkert, sagði Gyrðir. Bíddu bara og sjáðu, svaraði lestarstjóri Eðvarðs. Þeir létu restina renna aftur niður brekkuna. Ég er tilbúinn, sagði Eðvarð. Þetta er gagnslaust, tautaði Gyrðir. Annar togaði og hinn ýtti af öllu mætti. Ég get þetta ekki, ég get þetta ekki, ég get þetta ekki, másaði Gyrðir. Ég skal, tautaði Eðvarð. Eðvarð ýtti og erfiðaði eins og honum framast var unnt. Og fyrr en varði var Gyrðir kominn efst upp á hæðina. Mér tókst það, sagði hann hreykinn. Hann steingleymdi Eðvarði og þakkaði honum ekki einu sinni fyrir. Eðvarð var úrvinda og afskiptur. Hann fór á næstu lestarstöð og þar fann hann að lestarstjórinn og kindarinn voru mjög ánægðir með hann. Kindarinn gaf honum nóg af vatni að drekka og lestarstjórinn sagði: Á morgun kem ég með málningu og málaði fagurbláan með rauðum röndum. Þá verður þú glæsilegasta eimreiðin á stöðinni.